Persónuleg sagnorð, hugtök til að glósa. Sagnorð hafa ákveðin merkingarleg einkenni, eins og orð í öllum orðflokkunum. Sagnorð eru orð sem segja hvað gerist eða ástandið sem er í gangi, því sem er eða því sem var. Það gerist ekkert án sagnorðanna. Sagnorð beygjast í persónum og tölum. Ef þú skoðar ákveðið sagnorð, þá ertu fljótur að sjá að það lítur ekki alltaf eins út. Koma, kemur, kom, komst, komið, komuð. Þetta eru allt beygingarmyndir af sama sagnorðinu. Sagnorð beygjast með fallorðunum sem það stendur með. Persóna fallorðsins hefur áhrif á hvernig sögnin lítur út. Fyrsta persónan ég ákveður að ég á að segja ég kem. Önnur persóna þú, þá breytist sögnin og verður þú kemur. Í þriðju persónu er þessi sama sögn eins og í annarri persónu, en það er tilviljun og getur verið öðruvísi. Sagnorð beygjast líka í tölum, eintölu og fleirtölu. Þannig að við segjum að ég kem en við komum. Hann kemur en þeir koma. Ópersónuleg sagnorð eru óvenjuleg af því að þau beygjast ekki í persónum og tölu, heldur eru alltaf eins, alveg sama hver það er sem gerir það sem sögnin segir til um. Þetta eru sagnorð eins og langar, vantar, finnst, verkjar og fleiri. Dæmi mig langar breytist ekki þótt að okkur langar, þig langar, hana langar, þau langar. Langar er alltaf eins og þetta köllum við ópersónuleg sagnorð. Ópersónuleg sagnorð standa alltaf í þriðju persónu eintölu. Fallorðið sem stendur með þessum ópersónulegu sagnorðum eru oft í aukafalli, það er þolfall, þágufall eða eignafall. Og þetta er líka óvenjulegt, því fallorð sem stýra venjulegum sögnum standa yfirleitt í nefnifalli. Til dæmis ég kem, Guðmundur kemur. Hvort á að segja mig langar eða mér langar? Það eru ekki til lög þetta á Íslandi en það er til málvenja. Vandamál við málvenju er að hún breytist. Gömul venja er að nota fallorð í þolfalli með mörgum ópersónulegum sögnum, til dæmis mig langar, mig vantar, mig kitlar. En þessi málvenja hefur breyst og nú er mjög algengt að fólk noti fallorðið í þágufalli með þessum sömu sagnorðum. Mér langar, mér vantar, mér kitlar. Þessi nýja málvenja er oft kölluð þágufallshneigð eða þágufallssýki. Það telst ekki vandað íslenskt mál að nota þágufalli með þessum sagnorðum, en er þetta rangt mál? Það er vafasamt að kalla það. Það er að eitthvað sé rangt er ekki það sama og það sé óvandað. Hvað finnst? Sagnorð geta verið sjálfstæð og ósjálfstæð. Sjálfstæð sagnorð geta staðið ein og sér og þau þurfa engin auka orð til að útskýra hvað þau fjalla. Það er eins og Kalli syngur. Ég þarf ekki að útskýra hvernig hann syngur, við vitum öll hvað hann er að gera. Ósjálfstæð sagnorð geta hins vegar ekki staðið ein, þau þurfa önnur orð með sér til að fylla upp í merkinguna svo það sé skýrt hvað þau fjalla. Kalli er, ég veit ekkert hvað er verið að tala og verð að bæta orði fyrir aftan, er ósjálfstætt sagnorð. Sagnir geta líka verið áhrifssagnir og áhrifslausar sagnir. Mörg sagnorð hafa áhrif á fallorðin sem koma á eftir þeim eða í kjölfarið og valda því að þessi fallorð standa í aukafalli sem eru þolfall, þágufall og eignafall. Þessi sagnorð köllum við áhrifssagnir. Þjófurinn stal hestinum og hestinum er í þágufalli sem þýðir að stal er að stýra fallinu á því og er þá áhrifssögn. En sum sagnorð hafa ekki svona áhrif á fallorðin sem koma í kjölfarið og þá standa þau í nefnifalli. Þessi sagnorð köllum við áhrifslausar sagnir. Og dæmi það er sögnin að heita, ég heiti Guðmundur og þar stendur Guðmundur í nefnifalli, heitir er áhrifslaus sögn.
Ef þú vilt lesa meira þá bendum við ykkur á Málvísi og Máli.is.